sinn poka og sinn pott. Ef góð voru börnin var Grýla svöng og rölaði ófagran sultarsöng. Ef slæm voru börnin varð Grýla glöð og fálmaði pokan sinn fingrahröð og skálmað úr hamrinum heldur gleið og óðinn í bæinn að beina leið. Þar tók hún hinn óþekku angarskinn og potaði þeim niður í pokan sinn og heim til sín aftur svo hélt hún fljótt. Undir pottinu fuðraði fram á nótt annað sem gerðist þar enginn veit. En Grýla varð samstundis hött og feit. Hún hló svo að nötraði hamarinn og kyssti hann leppa lúða sinn. Svo var það eitt sinnum einhver jól að börnin fengu buxur og kjól og þau voru öll svo undurgóð að Grýla var hrædd og hissa stóð. En við þetta lengi satt. Í 14 daga hún fékk ei mat. Þá varð hún svo mikið veslingshó að loksins í bólið hún lagðist og dó. En leppa lúði við bólið beið og síðan fór hann þá sömu leið. Nú íslensku börnin þess eins ég bið.